En við förum núna aðeins yfir námsefnið sem í vikunni og skoðum það síðan aðeins með tilliti til bæði hópverkefnis 1 og verkefnis 5 sem svolítið kjarnar núna þetta CSS, svona hvernig svona nútíma CSS er. Við erum að nota CSS til að búa til skalanlega responsive vefi sem virka á bara sem flestum tækjum, en yfirleitt erum við þó að horfa á þá í desktop eða í mobile. Svo erum við náttúrulega með einhverja svona spjaldtölvu stærðir hérna milli eða einhverja svona stærri skjái, einhverja widescreen skjái eða eitthvað svona. En yfirleitt þetta þessar tvær stærðir og svo einhvern veginn að skala þarna milli. Og það kemur svona þetta íslenska skalanleikinn, að þetta skalast allt saman einhvern veginn. Og þá líka þetta sem ég er búinn að vera að segja, þú veist, CSS og að vinna á vefnum ekki eins og að taka A4 blað og hanna eitthvað á það. Þetta ekki svona prent hönnun, að því leiti að ég er bara með fasta stærði sem ég veit alltaf nákvæmlega hversu stórt þetta er. Við getum ekki gefið okkur það. Við verðum í raun að hugsa hvernig hagar þetta sér allt á milli þess að vera á stórum skjá niður í lítinn skjá. Og við munum í hópverkefni 1, þá ég aðeins ég ákvað nú að taka mig til og finna eitthvað svona hönnunarkerfi til þess að búa til hönnunarskjal út frá og svona komin eitthvað áleiðis með það en ekki alveg en komin í, þú veist, ég veit hvernig ég á að klára, ég á bara eftir að klára, en ég komin með allavega sem ég ætla að sýna ykkur eftir sem bara svona dæmi það hvernig svona hönnun lítur út, en líka sem sagt í þessu verkefna sem ég mæli með þið skoðið í vikunni að búa til akkantinu hjá Figma og skoða hönnunarkerfi fyrir Stafrænt Ísland. Þannig ég ætla að skoða það svo eftir. En með þennan skalanleika að þá getum við séð eins og við skoðum aðeins áðan, við erum með þetta flex wrap að þá getum við látið hlutina detta í nýja línur og það gefur okkur ákveðin skalanleika. En hann svona kannski full fljótandi að því leiti að hann svona of mikið eins og vatnið. Hann of mikið bara eitthvað, já, þetta tekur núna svona mikið pláss, þá ætla ég þetta nýja línu. Hugsanlega viljum við fá meiri stjórn yfir því hvenær hlutirnir, hvenær layoutið okkar breytist út af því að vera með 3 hluti hlið við hlið niður að vera með bara alla hlutina í einni línu. Eða ég er með 6 hluti niður í 4 hluti, niður í 3 hluti, niður í 1 hlut. Þannig að við viljum geta sett okkur einhverjum svona punkta sem að hlutirnir breytast á. Og þá þetta undir, ég ætla ekki hverju þetta, ég ætla að fara þetta hérna, að undir dæmunum sem fylgja skalanlegir vefir í þessu í dag og kannski bara þetta dæmi sem nefnt sérstaklega hérna, Responsive Flex og Responsive CSS Grid, að þá erum við að hérna þetta svona gamaldags, hérna verið að búa til grid með CSS, við viljum ekki gera það, við frekar að nota bara display grid sem líka partur af námsefni vikunar. Og ég ætla nú að opna þetta hérna aftur ég í ruglinu. Opna þetta, í alvörunni, hvað þetta sko? Hvað bilað hérna? 18 grid dæmi, 18. Hvað eiginlega? Dæmi. Alltaf allt nema það sem ég búinn að prófa. Þetta einhverju stælar hérna. Ok, þá tökum við þetta bara færum þetta inn í kóða hérna. Tökum þetta hérna dæmi og skoðum það í raun bara svona í heild sinni. Sjá, hendum þessu bara inn hérna grid.html, mjög fínt og vistum líka þessa mynd hérna. Hendum henni inn í
þetta, ok. Nei, úps, þess að klárast. Svona, ok. Þannig að grindur eða grids eru sem sagt, þetta eru tvö hugtök sem eru ólík. Þetta bæði CSS grid sem tæknin í CSS, þess að geta búið til svona grid svæði, geta búið til eitthvað sem maður segir hérna, nú ætla ég að raða þessu hérna og þetta eiga að vera 12 dálkar og ég ætla að raða í 6 dálka þessu og í 6 dálka þessu. En grid líka hugtaki bara þetta að ég að hanna eitthvað og ég að gefa mér þessa dálka og oft notuð í prenthönnun. En alveg fínt til síns brúks í vefhönnun líka. Þannig að það sem við sjáum hérna núna í raun að ég með vef með bara einhverjum cards, einhverjum svona þessu klassísku card viðmóti þar sem að þau eru 7 stykki og þau taka hvert og eitt 4 dálka af 12 dálkum sem eru í boði í grindinni. Og grindin sett hérna upp þannig að við sjáum þessa dálkanar með svona bláu bakgrunni og þeir leggjast svona yfir. Og þetta er í raun bara sett upp til aðstoðar í hérna HTML-inu. Þannig að það hérna í lokin einhver svona gomma af einhverju CSS-i segi ég sem að hérna býr þetta til. Ef við tökum það út, þá lítur þetta út bara, við erum með þessi körd, með þessu testmynd hérna og sumir eru ekki með og sumir eru með. Þannig að þetta kemur líka inn á það sem í verkefni 4, sem þetta að láta Flexbox stýra útlitinu á einhverju leyti og hérna, þannig að við skoðum það svona meðfram. En núna ef ég kveiki sér þetta á DevTools og ég fer hérna í Responsive Design Mode og við minkum aðeins, þannig að við höfum meira pláss hérna og ég geri það verkum að ég geti hreyft þetta hérna eitthvað. Að núna minnkar skjárinn og þá á einhverjum tímapunkti núna þá minnkar heildarplássið eða bara það minnkar viewport stærðin minnkar og þá förum við úr því að vera með 3 kort í röð niður í að vera með 2 og svo sjáum við að eftir því sem að minnkar þá hérna bíddu nú við, þetta er eitthvað vitlaust. Já, einmitt. Það vantar þetta að sem sagt við erum hérna með 3 í röð og svo minnkar viewportið, þá eru 2 og svo minnkar viewportið enn meira og þá allt í einu 1. En svo sjáum við hérna í kringum 500 og eitthvað pixla breidd á viewportinu, þá eru þau 2 hlið við hlið og svo akkurat þegar það er 499 pixla breitt viewport og minna, að þá er 1 kart í hverri röð. Og þá sjáum við hversu mikið pláss allt í einu fara hvert kart 500 pixla í breidd, en þarna fyrir ofan það með 250 pixla cirka, aðeins minna meira segja. Og svo aðeins meira hér og hugsanlega alltaf 500 pixla hérna þegar við erum rétt undir 1000 pixla breidd og svo í cirka 333 pixla hér ef við erum að svona, eða 320 per kart. Þannig að hvert kart þarf í rauninni að geta birst sig frá svona 250 upp í 500 pixla breidd. Þannig að það þarf í rauninni að geta flætt eitt og sér og svo þarf það að geta verið lagt einhvern veginn saman í þetta layout á síðunni sem þá stýrt af einhverjum container hérna utanum. Þannig að ef við förum þá í þetta hérna section class cards sem þá hérna í fleirtölu að við opnum það og þar undir erum við bara með einhverja fyrirsögn og svo erum við með eitthvað hérna sem heitir div class grid og það þá eins og Flexbox var með áðan að það var eitthvað grid og ég get kveikt á því og þá get ég séð gridið sem þá CSS gridið.
og þá sjáum við hérna stakkum þetta kannski aðeins í CSS skilgreiningarnar fyrir þetta. Nú erum við ekki með display flex, heldur erum við með display grid. Við erum með eitthvað display, grid template columns og grid template rows. Columns eða dálkarnir eru lóðréttir, rows eða raðirnar eru láréttar. Og við segjum bara þær eiga að vera auto, en grid template columns á að vera hérna, og hérna fáum við annað svona CSS fall, repeat 12.1fr. Og þetta í raun þetta repeat og þessi fr eining, þetta kom allt með þegar þessi grid virkni var sett inn í CSS. 1fr er 1 fraction, þannig að það er 1 partur af öllu hérna, plássinu sem þessi container á. Þannig að það segir hérna, endurtaktu það að þú eigir endurtaktu 12 sinnum að skipta þessu niður í 12 dálka þar sem hver dálkur er 1 fraction af plássinu sem er til staðar. Þannig að ef ég minnka þetta, að þá hagar griddið sér öðruvísi, við bætum hérna við og þá sjáum við í raun að það raðast mismunandi hlutirnir í griddið eftir því hver margir dálkar, en plássið er samt sem áður alltaf í þessari fraction einingu. Nú aftur fyrir allt í rugl hérna þegar maður kveikir á þessu overlay í Firefox. En síðan erum við með þetta gap sem er þá gutterið sem þetta er kallað í grafískri hönnun, sem er þá bilið á milli hvers einasta dálks. Þannig að við slökkum á því, þá leggst allt hlið við hlið, það er ekkert gutter á milli, þannig að þá koma þessar línur hérna sem eru lóðrétt niður, það er ekkert bil á milli þeirra. En síðan kveiki ég á gapinu og þá fæ ég bil hérna á milli sem við sjáum. Og ef við hófrum yfir því, svo að það eru 20 pixlar, þannig að það er fast á meðan að fraction einingin sem við höfum, hún stækkar og er fluid. Þannig að þetta hérna pláss sem er hérna á milli, það er að minnka relatíft á meðan að gapið hérna er fast. Ok. Síðan erum við með hvert og einasta card hérna undir og það er núna ekki kallað flex item, heldur grid item segi ég, út því að þetta hérna eru svona item sem er að birtast undir grid containernum. Grid container hérna og svo grid items öll börnin undir honum. Og það sem þau geta gert er að þau geta þá sagt hversu mikið pláss þau eiga að taka. Og þannig ólíkt því sem ég var að segja áðan að betra en að láta containerinn stýra þessu, að þarna þurfum við að geta stýrt þessu per item til þess að geta haft mismunandi birtingu á þessum spjöldum. Þannig hérna segir þau að þau vilja spana 6 dálka í gridinu. En þá sjáum við líka að þetta er undir ykkur hérna at media min with 500 pixlar. Og hér sjáum við fyrir neðan, það er eitthvað card sem er búið að strika yfir, grid column, span 12. Það sem er að gerast hér er að við erum að nota það sem er kallað media queries. Og media queries er eitt af því sem við notum þegar við erum að gera responsive vefi og er það sem við notum til þess að fá fram þetta ég vil hafa einhvern punkt þar sem að ég stýri því að layoutu mitt breytist. Þannig ef ég fer hérna alveg niður í undir 500 pixla að þá tekur þessi regla yfir og þá spanar hvert card hérna, hvert grid item undir gridinu spanar 12 dálka sem er allir dálkarnir sem við höfum. Sem þýðir þá að það bara fyllir upp í allt gridið. Síðan förum við upp í 499 og þá spanar það 12, en svo förum við upp í 500 og þá erum við alltaf komið með það að við erum með min width, lágmarksbreiddin eru 500 pixlar og þá notum við þetta at media til þess að segja hér eiga þessar reglur að taka til ef að lágmarksbreidd viewportsins er 500 pixlar. Þá segjum við, þá á það að spana 6.
svo getum við átt við þetta hérna, en alltaf ef við fyrir niður fyrir 500 þá tekum við hin reglan og hún á við, sem er núna brotnar þegar ég var að eiga við þetta þarna, en svona, þannig hérna er þetta reglan sem á við. Fyrir upp, span 6 og svo förum við upp og ennþá meira upp og yfir þá einhverju, hvað gerist þá? Þannig að þegar þetta fer í seinasta, það sem eru 3, hvað er þá það sem við þurfum að skilgreina í CSS-inu til þess að það gerist? Svona er inn að vekja ykkur hérna. Ef við byrjum með það að span 12 þegar við erum með minnsta plássið, svo eigum við meira pláss og þetta er mobile first hugsun. Við erum að hugsa, við byggjum viðmótið okkar út frá því að vera í mobile. Þannig að fail caseið okkar er mobile. Þannig að það sem er bara lágmarks þetta er grunnbirtingin okkar er bara allt í mobile. Síðan fáum við meira pláss við 500 pixla, þá erum við með það mikið pláss að við getum sett 2 kart hlið við hlið með því að nota span 6. Síðan förum við upp og á eitthvað í kringum 900 eða 1000 pixlar, þá ætlum við ekki lengur að vera með 2 heldur 3. Þannig hvað er þá það sem er aukalega í CSS til að láta það virka? Förum úr þessu sem er grunnvirknin. Þegar við höfum að minnsta kosti 500 pixla þá gerum við þetta. Hvað gerist þá ef við förum upp í og höfum að minnsta kosti 1000 pixla? Þá bætist við annað media query og það væri þá með min width þúsund pixla og það myndi þá segja hvert einasta kart á að spana ef þetta eru 12 dálkar og ég er með 3 kort og þau ætla að taka jafn mikið pláss, hvað ef þau þá að taka marga dálka hvert? Tólf dálkar, 3 hlutir, við ætlum að leyfa að hafa jafn mikið pláss, einfalt deilingadæmi, 12 deilt með 3, 4. Þannig að þá förum við hérna upp og hoppum upp 1000, þá kemur at media min við 1000 pixlar, grid column span 4. Og þá fær hvert og eitt kart 4 dálka. Og síðan út af því að við erum með eitthvað max width á einhverju hérna, body, section class cards, max width 1000 pixlar, þá gerist ekkert meira. En þetta er samt bara eitthvað sem ég skilgreini. Ég get alveg sagt það að max width á að vera 2000 pixlar og svo stækka þetta ennþá meira og þá fær bara hvert kart alltaf meira og meira pláss. Ég get zoomað út. Ég ætla ekki að zooma út hérna, ég ætla að zooma út hérna. Svona. Þannig að ég zooma, þá erum við komin upp í 1600 hérna og þá get ég alveg sagt, já, við 1600 pixla þá er að vera 4. Þannig að þá er þetta spanar þetta 3. Og svo getur ég sagt spanar þetta 2. Af því að responsive hugsunin, skalaleikin, er ekki bara að taka eitthvað sem passar á desktop vefi og skala það niður á litla skjái, heldur líka að taka frá litlum skjám alveg upp í risastóra skjái. Og svo er ekki bara það, af því að svo getur alveg verið að maður sé með einhvern skjá sem er svona ultra widescreen og kannski er einhver með stóra stiku eða eitthvað þá þarf maður alltaf að hugsa responsiveness líka upp á hæðina. Og það er þá klassískt sem maður hefur lent í, til dæmis með svona viðmótið svo er í verkefni sem við erum búin að vera að díla við, að við erum með eitthvað texta sem er í nokkrum línum, oh my god, nú er þetta allt breytt, og síðan gerum við eitthvað svona og núna lítur þetta illa út. Og það var oft á tíðum þegar komið nýjar vélar,
sem voru hérna MacBook Air vélar og þú varst oft með kannski forstjórinn eða einhver svona sem var alltaf á ferðinni var með þessar vélar var með rosalega stórt dokk á hérna þetta hérna sem sagt og með það sem sagt hérna á svona og ég vil hafa þetta bara mjög ekki fyrir mér og svo með það kannski svona stórt og það sjáu að það minnkar plássið sem að glugginn hefur og svo kannski með 3 hérna auka eitthvað í vafranum og þá var allt í einu hérna vertical spaceið orðið það lítið að vefinu sem var verið að hanna og þetta var lenti í þessu sérstaklega þegar það var svolítið tísku að gera svona full width, full height vefi og þá var það þannig að það bara sást ekkert þegar að vera að skoða það og þá var það bara eitthvað úps, nú þurfum við að setja inn hérna reglu svo þetta birtist rétt í minni skjám líka á hæðina sér þannig að þetta er margþætt í þessu svakalega stórt svona ok þannig að grid CSS grid leyfir okkur að búa til einhverju svona kannski í fyrstu ekkert svakalega hérna augljósa leið en samt góða og mjög flexible leið til þess að stýra því hversu mikið pláss við erum að taka út frá einhverju reglu sem eru þá þessi dálkar en af hverju eru að spá þessum dálkum á þetta? Jú, út af því að þegar við erum að vinna með vefhönnuðum þá eru þau oft á tíðum að nota svona sem einhvers konar hjálpartól til þess að hjálpa þeim að staðsetja hluti á skjánum og þá oft með því að nota einhver svona tól eins og Figma til þess að hanna vefi. Ef við skoðum sér aðeins hérna, bara aðeins meira inn í það hvernig þetta lítur út, þá erum við með þessi cards sem eru að stýra þessu layouti, síðan erum við með þessa mobile first hugsun að byrjum með að taka allt plássið sem við höfum, eða alla dálkana sem við höfum, síðan tökum við 6 og síðan tökum við 4 og þarna erum við svona búin að hugsa ok, þetta eru stóru þetta er layoutið okkar. Þá erum við ekkert að hugsa það hvað er inn í hverju karti, við erum bara að hugsa það hvar þau eru staðsett og hvað þau fá mikið pláss út frá því hvað er mikið pláss í boði. Síðan þegar ég er að taka hvert og eitt kart og er eitthvað að stilla upp hvernig myndin er og fyrirsögnin og textin og eitthvað takki, þá er ég ekkert að nota grid, þá er ég að nota flexbox. Þegar flexbox er meira svona, heyrðu, það er eitthvað ákveð mikið pláss í boði og ég ætla bara að nýta það eins og ég get. Auka plássið, dreifum því svona, gerum svona, hvernig hagar myndin sér hérna, hvernig er object fit hérna, til þess að láta myndina líta vel út frá því hvað er mikið pláss. Og þá segjum við hérna, þá ætlum við að nota bara card fær display flex, card content sem er 3. flex containerinn, hann fær þetta og svo erum við með image og button hérna er síðan 4. flex containerinn og hann stýrir þessu hérna og svo erum við með eitthvað hérna, eitthvað button. Þannig að þið getið líka hort á þetta dæmi þegar þið eruð að leysa þetta eða hérna bara flex dæmið sem er vísað í námsefni vikunar þegar þið eruð að leysa verkefnið. Ok. Þannig að þetta er bara það sem er seinasti parturinn af þessu CSS verkefni okkar, er að taka þetta og fara alla leið með það að nota grid sem hugmyndafræði, sem er þá þetta sem ég er búin að kommenta út hérna. Grid sem CSS-tækni sem ég er að kveikja á hérna og svo responsive til þess að láta þetta passa í hérna mismunandi skjástærðir. Ok, þetta er ekki svolítið áhugavert. Þetta verður svona, þegar þið farið fikt í þessu, þá fáið þið meiri sko...
Þetta er 14 tímar á viku, það er það sem ég eyða innan áfanga. Þannig að ég minni bara á það að þeir eru í fullri vinnu í námi. En það er vissulega þannig, þetta er mikið og þetta er þannig að verkefni 5 og svo hópverkefni 1 eru í raun svolítið svona bara haldast í hendur. Nema bara verkefni 5 eru þið að vinna þetta svona hægt og rólega að einhverju leyti út frá því sem við erum búin að vera að gera þetta saman og hópverkefni 1 er síðan þið að taka þetta og vinna þetta frá grunni fyrir nýtt konsept. Við erum ekki lengur með þetta listasafn, við erum með eitthvað annað. Hvað datt Óla í hug þetta árið? Þá ætla ég bara sýningu það aðeins. Nema að sé eitthvað meira sem ég vilja ræða hérna. Þannig ég ætla að stoppa upptökuna á þessu og fara bara yfir í hópverkefni 1.